Hér er samlokareglan og hún er a í öðru mínus b í öðru. Tveir liðir með mínus á milli, báðir í öðru veldi. Þegar ég þátta þetta þá fæ ég tvo svega, annar er plús, hinn er mínus og það sem er undir öðru veldinu hér er æð. Það kemur hérna í fyrra sætinu á báðum svegunum, a hér og a hér, og það sem er undir öðru veldinu hér er b-ið og það b kemur hér í bæði fyrir svegan og seinni svegan. Skoðum þetta sýnidæmi 3.5, hvernig við getum beitt þessari reglu. Hér erum við beðin að þátta 9x í þriðja mínus 49x. Nú, hvorugur liðana eru í öðru veldi, þannig ég þarf að laga þetta dæmi aðeins til og ég skoða alltaf fyrst hvort eitthvað sé sameiginlegt þessum tveimur liðum. Og það mun vera x-ið. Þannig ég kippi hvíta x-in út fyrir svega, þá stendur eftir í svegunum 9x í öðru veldi mínus 49. Þetta get ég lagað að samlokareglunni vegna þess að 9 er raun og veru 3 í öðru veldi og 49 er raun og veru 7 í öðru veldi. Þannig að hér er samlokareglan mætt. Og skoðum þá hvað er undir öðru veldinu hér í fyrri liðnum. Það er 3 og x. Hann kemur þá hér í fyrri svegan og líka í seinni svegan. 3x og 3x. Það sem kemur í seinni part svegans er þá það sem er undir öðru veldinu hér, eða 7. Hún kemur þá hér og hér. Og þetta eru tveir svegar, annar er plús og hinn er mínus. Þannig að lokasvarið er x-ið sem var sameiginlegt er komið út fyrir svega, annars svegin er 3x plus 7 og hinn svegin er 3x minus 7.